Ég var félagi í Ethical Culture Humanistafélag í New York áður en ég flutti til Íslands og ég saknaði þess að vera í svona félag og það var ekkert þannig félag á Íslandi svo ég bara tók þátt í að stofna Siðmennt og mér finnst mjög mikilvægt í lífinu að eiga val í öllu og Siðmennt veitir val og val fær fólk til að hugsa hvað hentar mér. Ég áttaði mig á því strax á unglingsaldri að svona trúarbrögð voru ekki fyrir mig. Mér fannst erfitt að fara með trúarjátningar og svoleiðis hluti. Þegar síðan kom að því að fermast, þá var mér bent á það að þessi möguleiki væri í boði að fara í borgaralega fermingu. Ég kynntist Siðmennt þar og síðan þá hef ég alltaf átt samleið með félaginu og þeirri hugmyndafræði sem að mér finnst að starfa eftir. Já, þessar dyr opnuðust eiginlega svolítið fyrir mér þegar stóð til að sonur mér myndi fermast og hann kom heim og leist ekki á það sem að hann var að fara að ganga í gegnum og ég benti hann bara á að það væru fleiri valmöguleikar og það er svona sem að kannski samrændist betur okkar hugmyndum og það er svona hófst ganga fjölskyldunar svona út úr skápnum ef við getum orðað það sem svo í gegnum svona hans fermingafræðslu og fórum að kynna okkur þetta betur og fundum svona samhljóm með okkar gildum og hugmyndum og gildum sem að, já, í humorisma og félaginu Siðmennt af því að ef maður sleppir einhverju að það er svo gott að tilheyra, finna að maður á eitthvað sem er með manni á stórum stundum, þannig að það skipta okkur máli. Ég er í Siðmennt vegna þeirra afstöðu sem er tekið til mannréttinda og ég tel að gildi okkar og afstæða þurfi á stöðugri endurskoðun að halda. Mér stendur æðislegt að það er borgarleg ferming til staðar fyrir alla, þannig að þeir sem eru nógu hugrækkir að fara aðeins út fyrir þægindaramman geta valið og geta haldið upp á þessa manndómsvígslu, taka þátti að læra góða hluti og verða svona heilbrigðari, heilsteyftari manneskjur. Svo náttúrulega brilljant að það sé komið miklu meira af öðrum athöfnum. Ég kynnti Siðmennt í gegnum borgarlega fermingu sonar míns og hann tók það ákvörðun sjálfur að fermast á vegum Siðmenntar eftir að hann kynnti sér málið. Þau fóru í gegnum lífsleikni, fóru í gegnum heimspeki, fóru í gegnum svona raun, námskeið hvernig lífið og hvernig er svona best að tækla það. Hann fekk miklu meiri tilsögn í lífinu heldur en ég. Og Siðmennt byggist á svokölluðum siðrænum humanisma og það er svona svo lífssýn sem að ég hef kosið mér. Hún byggir á því að hlýða góðum gildum og hugsa siðferðið út frá velvilja og gagnrýni hugsun, samtalinu og nota verkfæri siðfræðinnar til að komast að sem bestri niðurstöðu. Ég hefði mikinn áhuga á því og hef eiginlega alltaf vonast til þess að Siðmennt geti orðið svolítið miðstöð fyrir svona veraldlega heimssýn og lífsskoðun að það verði og Siðmennt geti staðið fyrir fræðslu, ekki bara fyrir fermingabörnin heldur fyrir alla. Siðmennt er í raun og veru mannbætandi félagsskapur að öllu leyti. Hann er siðbætandi félagsskapur. Siðmennt er nauðsynlegur félagsskapur í samfélagi nútímans. Hann er nauðsynlegur fyrir þá sem vilja finna grundvöll í því ákveður þeir eiga að standa þegar að leitað er að því fyrir hvað vil ég berjast, hvernig vil ég nota mína krafta til þess að bæta samfélagið. Þetta er bæði til þess að bæta samfélagið og eins til að bæta sjálfan sig sem einstakling í samfélaginu. Gerir fólk hæfari til þess að finna
orðum, athöfnum, tilfinningum, farveg. Siðmennt kannski hefur haft ákveðið að mínum að þetta er svona frumkvöðuls hlutverk á Íslandi í að bera út boðskap húmanismans og íta umræðinni í þá átt, í átt að húmanismanum sem er þessi, það er gagnrýni á hugmyndir sem að er rétt að gagnrýna og þarfnast skoðunar og vekja upp umræðu ýmislegt sem að við höfum kannski ekki þórað að ræða áður eða leyft okkur að ræða áður og eins hefur siðmennt haft frumkvæði því að vekja athygli á því að búa til veraldlega og siðferðilega viðburði í líf okkar og svona fest í sessi og sýnt okkur að margir viðburði sem að við kannski höfum lengi vel tengdu trúabrögð þurfa allsendis ekki að vera tengdu trúabrögðum. Heldur tengjast akkurat þessu okkar gildum sem mannfólk sem lifum í samfélagi. Mér fannst einhvern veginn eitthvað skrítið við það að trúabrögð skipulögð hefðu ákveðu svona einókunar vald, einókun á því svið að mynda ramma í kringum líffólks, í kringum skoðanir þess og atburði. Og þegar ég frétta af siðmennt þá vildi ég svona aðalega ljá þessu bara minn stuðning að þetta yrði til. Mér fannst nauðsynlegt að það væri til valmöguleiki við trúabrögðin.